Nú í dag þá eru viðurkennd yfir 350 hundakyn í heiminum, en það mjög mikilvægt að hafa það í huga þegar við erum að fjalla hunda fyrr á öldum, að hundar og einstök hundakyn hafa verið undir mjög virkri ræktun núna í yfir 200 ár og svona kynhreinni ræktun, og við höfum breytt þessum hundakynjum og hundum í raun og veru alveg ótrúlega mikið á þessum ekki langa tíma. Og það mjög hættulegt og í raun og veru bara ekki hægt að vera yfirfæra einhverjar tegundir sem við þekkjum í dag beint yfir á einhverjar tegundir sem voru til fyrir 500 eða 1000 árum síðan, hvað þá við förum ennþá lengra aftur í tíman, en það er svona gott að hafa þetta sem svona smá fyrirvara, þannig að en við höfum séð þá út frá fornleifarannsóknum að Rómverjar voru farnir að rækta upp mismunandi gerðir af hundum þegar fyrir að minnsta kosti 2000 árum síðan, og hundar sem eru minni en 40 cm á hæð á herðakamb, það er svona þessi hefðbundna mæling sem við notum til að mæla stærð húsdýra, þeir virðast þá komið fram strax á rómverskum tíma, þannig að þetta eru svona hundar sem eru þá hægt að kalla mögulega smáhunda. Það hefur líka verið gerðar áhugaverðar rannsóknir á hundarækt í Norður-Ameríku, og þar voru indjánar sem ræktu 2 gerðir hunda, þorpshunda og svo kallar ullarhunda, sem að þeir notuðu þá í raun og veru voru að nýta feldinn til þess að framleiða vefnaðarvöru og fatnað, og þetta er fyrir 4000 árum síðan. Þannig að maðurinn hefur mjög lengi verið að fikta í hundum og búa að laga hunda að sínum þörfum til þess að sinna mismunandi störfum og mismunandi hlutverkum innan samfélagsins. Og þessi fyrirlestur byggist nú svona langmest í raun og veru bara á svona hefðbundnum dýrabeina fornleifafræðilegum niðurstöðum, þess að við erum það bara að vera að skoða mælingar á beinum og hvar bein eru að finnast og slíkt. En ég ætla svona aðeins að tala ritheimildir líka og svona, bara því það er svona svolítið skemmtilegt. Já, þannig að þetta er sem sagt efnaviðurinn í raun og veru, það er þessar ákveðnar svona valda ritheimildir og mælingar á hundabeinum sem hafa fundist í fornleifarannsóknum á Íslandi, og mælingar af beinagrindum á hundum sem eru sagðir vera frá Íslandi, sem finnast í erlendum náttúrugripasafnum, og ég skal fer aðeins yfir það seinna í fyrirlestrinum. Ef við svona vinnum okkur eiginlega svona aðeins aftur í tíman, að þá er þetta með því að skoða ritheimildir sjá að það er innflutningur á blöndun á hundum á Íslandi var mjög mikill að minnstakosti á 19. og 20. öld og sennilega líka fyrir þann tíma. En það er mjög áhugavert að þegar í umfjöllun íslenska fjárhundin í dag þá er mikil áhersla lögð á að það megi rekja uppruna þessa stofns allt aftur til landnáms, og í ræktunarmarkmiðum íslenska fjárhundin segir: íslenski fjárhundurinn er eini þjóðarhundur Íslendinga, hann barst til landsins þegar á landnámsöld með norrænum víkingum. Hundurinn var bændum ómissandi við smjölun og yfirsetu, og vinnueiginleikar hans hafa aðlagast landslagi, búskaparháttum og harðri lífsbaráttu Íslendinga á liðnum öldum. Það er í raun og veru engar rannsóknir sem styðja við þessa fullyrðingu, og ég ætla raun og veru að fer aðeins yfir það af hverju ég held ekki endilega að þetta sé rangt, en ég myndi ekki segja að það sé neitt sérstaklega mikið sem styður við það að við getum teygt íslenska fjárhundinn eins og þekkjum hann í dag alveg svona langt aftur. Og Stefán Aðalsteinsson, sem var svona einn helsti sérfræðingur okkar erfðir íslenska búfjárkynja á 20. öld og svona rannsakaði uppruna ýmissa dýrategunda á Íslandi, eða eiginlega allra íslensku búfjárkynjana, og hann taldi það alveg öruggt að íslenska hundakynið hefði orðið fyrir mikilli blöndun erlendis frá, bæði á 19. og 20. öld. Og þar er líka mikilvægt að hafa í huga að innflutningur á hundum var leyfilegur til 1905, algjörlega án eftirlits, og eftir 1905 þá var alveg ennþá verið að flytja inn hunda, það þurfti bara að fá ákveðin leyfi og vottorð heilbrigði og svoleiðis, og við sjáum að maður skoðar bara á tímarit.is gamlar tímaritsgreinar og blöð, og þá er verið að fjalla innflutning á minkahundum, frægt dæmi innflutning á úlfhundum sem að gekk ekki mjög vel, og það er líka frásagnir innflutning á svona smáhundum eða svona kjöldurökkum á 19. og 20. öld. Þannig við vitum að það hefur orðið mikið innflæði af erlendis frá, líklega bara í raun og veru alla Íslandssöguna.
og svo líka þekkt að skipshundar sem er mjög var algengt áður fyrir að það væru hundar borð í skipum og þeir voru að þvælast í land og blandast og svoleiðis. Og sú hundategund sem hefur líklega haft mest kyn sem hefur haft mest áhrif á íslenska fjárhundastofnun sennilega border collie og það sést í raun og veru bara útlit íslenska fjárhundsins að það eru ákveðin eiginleikar sem eru mjög líkir border collie hundum og það mikið af border collie hundum á Íslandi í dag. Og svo annað sem við þurfum líka að hafa í huga með íslenska fjárhundastofnun, hann í raun og veru mjög lítill, það ekki nema 100 hvolpar sem að fæðast á ári, þannig að hann hefur tapað mikið af sínum erfðafræðilega fjölbreytileika. Og það líka annað sem að margir gerir sér ekki grein fyrir að skipuleg ræktun á íslenska fjárhundum hefst í raun og veru ótrúlega seint fyrir frumkvöðla starf Mark Watson og deild íslenska fjárhundsins ekki stofnuð fyrir 1979. Þannig að þetta í raun og veru mjög ungt kyn að mörgu leyti þó að það sé vissulega ýmislegt að bendi til þess að við megum rekja uppruna þess lengra aftur að þá í raun og veru þessi skilgreining á íslenska fjárhundunum mjög ung. Og það svona helstu einkenni íslenska fjárhundsins útlitslega eru þessi sperrtu eyru og hringaðar ófa sem við þekkjum öll. Þessir tveir eiginleikar eitthvað sem við getum alls ekkert séð í beinasöfnunum. Eyru eru bara brjósk, þau varðveitast ekki og hringurinn og rófunni eitthvað sem bara í raun og veru sést ekkert á hryggjarliðunum eða neitt svoleiðis sem eru í rófunni. Þannig að þessi tvö einkenni eru ósýnileg fornleifafræðilega með svona venjulegum dýrabeinafornleifafræðilegum aðferðum. Og svo eitt sem ég hef reyna svona að muna það að það þessi hæð- og herðakamb er 42 til 46 cm cirka fyrir íslenska fjárhundin í dag. Og hann telst vera svona miðstærðar hundur af svokölluðum spitsstofni eða svona spitstegund. Ef við kíkjum aðeins á ritheimildirnar, bara svona þá í raun og veru ótrúlega, þær eru litlar frá svona þessum fyrstu öldum, en svo fara þær að aukast töluvert hratt upp úr miðöldum. Þórhildur Bjartmars sem var fyrrverandi formaður Hundaræktarfélags Íslands, hún hefur verið í mörg ár að taka saman ritheimildir hunda á Íslandi og íslenska hunda og það mjög merkilegt en og það í raun og veru kannski meira en það hefði búist við þessu leyti og margt mjög áhugavert en líka erfitt að túlka margar af þessum heimildum. Svo erum við að fá ferðabækurnar inn á 18. og 19. öld og svo náttúrulega dagblöð og tímarit og það er ýmislegt þetta hérna mynd af íslenskum hundi úr bók eftir Búffang Greifa og það sjá svona ákveðin einkenni sem við þekkjum í dag en líka kannski sumuleyti eyrun eru til dæmis ekki jafn sterkt og myndi vera samþykkt í dag en svo líka alltaf erfitt að vita hversu hvort að það var raunverulegur íslenskur hundur sem var fyrirmyndin af þessari teikningu eða eitthvað annað eða hvort þetta byggt á lýsingu eða slíkt þannig að það er alltaf pínlítið erfitt að marka en þetta er svolítið svona skemmtileg mynd þetta er sérstaklega glæsileg skepna en og svo líka svona frægasta ritheimildin hunda á Íslandi sem að fólk hefur að mínu mati gengið mjög langt í að túlka og það er kafli hann Sám sem alltaf tala þessi hljóta hafa verið írskur úlfhundur og vissulega af þessari lýsingu þá þetta hundur sem að einhver fékk á Írlandi en á Írlandi voru sennilega á þessum tíma alveg sem við munum sjá seinna í fyrirlesturum fleiri en ein gerð af hundum eða stærð það alls ekkert víst að þó að þessi hundur sem hafi komið frá Írlandi þetta sé það sem við þekkjum í dag sem írskan úlfhund sem eru háir, mjóir hundar sem eru 90 cm á hæð og herðakambur mjög stórir og mjög sérstakir í útliti og í raun og veru eiginlega nánast engin lýsing á útliti þessa hund nema það stendur hérna hann mikill sem þýðir þetta var sennilega stór hundur hvað það þýðir hvað var stórt það dálítið erfitt að fullyrða eitthvað það. Þannig ég persónulega held að þetta sé svona kannski svolítið langt seilst að túlka þetta alveg svo mikið. En ég varð að hafa þetta með því það er alltaf spurt þetta þegar ég tala hundana það kemur alltaf einhver með Sám sem gott dæmi hana hérna. Svo önnur lýsing úr seinni tímarithheimildum sem Íslandslýsing Odds Einarssonar biskups aftur mjög svona skemmtileg lítil heimild og svona við fyrstu sýn þá gæti maður haldið að hann sé hér að lýsa 4 gerðum af hundum en eins og ég lesi þetta þá í raun og veru mætti líka algjörlega lesa þannig að það séu 2 gerðir af hundum það eru bæjarhundar, fjárhundar og dekurhundar
sem að það engin lýsing á útliti þessara hunda. Það bara talað raun og veru atferli eða hvaða störfum þeir að sinna á bænum. Það ekki talað að þeir séu endilega ólíkir í útliti eða neitt slíkt. Þetta að mínum að þetta myndi ég segja að miklu frekar vera að lýsa hérna hvernig fólk var að nýta hundana. En svo það þessi veiðihundar sem eru miklu stærri. Þarna myndi ég segja sko, að það kannski komin ákveðin vísbending að allavega á þessum tíma, út frá þessari tilteknu lýsingu, þá hafi verið allavega 2 gerðir af hundum. Og þá ég meina gerðir ykkur sem við getum séð dýrabeina fornleifafræðilega sem náttúrulega aðallega stærð á beinum, lögun og form og slíkt. Ef við förum svo bara sökkum okkur í dýrabeina fornleifafræðina, þá náttúrulega ákveðin aðferðafræðileg vandamál á Íslandi og náttúrulega víðar annars staðar líka í sambandi við það að skoða hundabein. Það náttúrulega ekki úlfar á Íslandi sem eru mjög skyldir hundum og það getur verið mjög erfitt að þekkja hunda og úlfa í sundur, sérstaklega á þessum tíma það sem verið það sem að hundar að verða til að verða húsdýr, en við höfum kannski ekki við það vandamál að stríða hérna á Íslandi. En á móti kemur að við erum með heimskautarefinn og stærðarlega séð þá refurinn svipastór og þessi minnstu hundar sem hafa fundist hér á Íslandi. Það mjög lítið til að beinarannsóknum heimskautarefinn. Það ekki til neinir manjúalar sem að dýrabeinafornleifafræðingar nota til að hjálpa sér að greina í sundur bein líkra tegunda. Eins og mikið til að svoleiðis handbókum fyrir til dæmis sauðfé og geitur sem eru líka mjög líkar. Og til þess að gera slíka handbók þá þarf að vera mikið til af beinum af refum sem eru aðgengileg, mæld upp og gera í raun og veru hafa stórt safn til þess að byggja á lýsingu á því hvernig bein úr ref líta út heimskautaref. Náttúrulega Bretlandseyjum og Eyjafjarðarbúar það náttúrulega rauðrefurinn en hann aftur mun stærri en heimskautarefurinn og ólíkur þannig að það ekki hægt að yfirfæra það beint yfir á íslenska efnaveginn. Og staðreyndin sú að þetta aðferðafræðilega vandamál hefur ekkert sérstaklega ekkert mikið nefnt almennt í umfjöllun hundabein sem hafa fundist í íslenskum fornleifarannsóknum. Í sumum tilfellum algjörlega augljóst að þetta ekki refir. Þeir bara beinin eru hreinlega allt of stór. Og það ákveðin bein sem mjög auðvelt að þekkja í sundur. En í fornleifarannsóknum þá erum við sjaldnast að vinna með heil bein. Við erum oft með illa varðveitt bein og þá bara oft mjög erfitt að þekkja í sundur bein þess að tvekja tegunda. Og þá var ég að tróða samanburðarsafninu inn í, því að ég mikil áhugamanneskja að byggja upp samanburðarsafn dýrabeinafornleifafræði á Íslandi og það ákveðið vandamál að það engin beinagrind af íslenskum fjárhendi aðgengileg á Íslandi. Það ekki til. Það ekki til í samanburðarsafninu sem við erum búin að vera að byggja upp í Landbúnaðarháskólanum, það ekki til á Náttúrufræðistofnuninni eða neinu öðru safni hér á landi og í raun og veru ég búin að hafa samband við mjög mörg náttúrugripasöfn erlendis og það engin sem á beinagrind úr því sem örugglega íslenskur fjárhundur eins og hann í dag. En við erum búin að vera að vinna í því að byggja upp þetta samanburðarsafn núna, ég þarf að byrja á þessu 2006 og við erum komið með yfir 300 sýni og bara heldum þeirri vinna áfram og höfum verið svo heppin að fá styrki 2 ára fornminjasjóði til þess að halda áfram vinnu við þetta safn en ég held að þetta sem mikilvægt til þess að halda áfram að byggja upp þekkingu á dýrabeinum á Íslandi og að þessi aðgengileg á Íslandi beinagrindir af þeim dýrum sem við megum eiga von á að finna hér á landi og þar að meðal ég með nokkra refa beinagrindir í safninu, ekki mjög margar, það þyrfti að vera fleiri en það mjög bagalegt að hafa ekki þennan íslenska fjárhund líka. Til þess að koma til móts við þetta vandamál að ég hef enga beinagrindu í íslenskum fjárhundi að þá hafði ég samband við náttúrugripasöfn eiginlega flest sem mér datt í hug til þess að spyrja hvort þið ætti ykkur beinagrindar í íslenskum hundum og það kom nú eiginlega meira upp úr því heldur en ég bjóst við. Kannski einna áhugaverðast eru þessar hauskúpur og ein beinagrind sem eru á Náttúrugripasafninu í París. Það aðeins óljóst að því að skráningin ekki alveg svolítið flókið að túlka hana en þetta eru tiltölulega gamlar hauskúpur, sennilega frá 18. og 19. öld. Það eru 4 hauskúpur og ein heil beinagrind og heila beinagrindin það þessi hauskúpur hér sem eru líka til útlima bein af
og eins og þið sjáu þá alveg greinilegt að það eru tvær stærðir í gangi. Þetta það sem myndi vera svona eitthvað sem mjög sambarlegt við íslenska fjárhundinn í dag og þetta eitthvað sem mun stærri hundur. Og fyrir þannig eina heila einstaklinga, þessi heilu beinagrindu, þá hægt að reikna út hæð og herðakamb sem eru 44–46 cm, sem aftur bendir til þess að þetta sé dýr sem eru mjög sambarlegt að stærð að minnsta kosti og íslenski fjárhundurinn í dag. Þannig að það svona, þetta mjög áhugavert og þetta lang elstu sem sagt, og þessar eru nánast örugglega frá safnað á Íslandi sem ekki alveg jafn örugt með hinn dæmin sem mér tókst að grafa upp. Svo erum við með þessa hérna hauskúpu sem í raun og veru svipaða stærð og þessi hér, það svona frekar stór. Samkvæmt skráningunni í Kaupmannahöfn þetta íslenskur hundur sem safnað á Íslandi en það dálítið óljóst bara pínur hræddur við að það ekki mjög ítarlegar upplýsingar þetta sýni til á safninu þannig að og það bara höfuðkúpa og kjálki en samt sem var athyglisvert, þetta töluvert stór hundur. Svo þetta önnur hauskúpa frá Kaupmannahöfn sem ekki íslensk en af þessum svona dæmigerðum sem kallað Nordic Spitz típu sem þá mjög sambarlegt og íslenski fjárhundurinn og sá hundur á hæð og herðakamb 42 cm aftur sambarlegt og íslenski fjárhundurinn í dag. Og svo á safninu í Bergen, þar ein beinagrind sem aftur líka dálítið loðið með hvaðan hún henni safnað árið 1926 virðist hundurinn fenginn frá Rogalandi í Noregi en skráður sem norskur íslenskur hundur og veit ekki að við höfum ekki getað festa niður meira en þetta en aftur formið á höfuðkúpunni, stærðin á beinunum virðist vera mjög sambarlegt við þessum við gætum búist við íslenskum fjárhundi þannig að það athyglisvert að þessi svona 18. og 19. aldar samanburðargögn sem ég hef getað fundið þau eru öll mjög að mestu leyti lík því sem við þekkjum í íslenska fjárhundum í dag en líka með þessar hauskúpur tvær sem eru úr mun stærri einstaklingum og það alveg öruggt að þetta ekki úr einhverju sem líkt íslenska fjárhundunum að stærð að minnsta kosti. Ef við förum svo í fornleifafræðilega efniveginn að þá náttúrulega hafa hundsbeinagrindur fundist í töluverðum fjölda kumla á Íslandi. Þetta alls ekki öll kumlin með sem hundabein hafa fundist í bara svo en sem sagt í endurútgáfuna af kumlum haugfé frá árinu 2000 þá hafði hundabein fundist í 20 kumlum eða í 6% íslenskra kumla og þeir hafa fundist með hestabeinum í 13 kumlum þess að tölur hafa hækkað aðeins með svona nýjustu rannsóknum og þessi kuml mjög misvel skráð í kumlum á haugfé og mjög misvel varðveitt stundum bara eitt bein stundum þetta nánast heilar beinagrindur mjög vel varðveittar en ég fór semst í raun og veru ekki í að skoða öll hundabein sem hafa fundist í kumlum að því að Rúnar Leifsson dýrabeinafornleifafræðingur hefur unnið að rannsókn á dýrabeinum úr kumlum á Íslandi og vond að fara að birta þær niðurstöður fara vond að koma fljótlega þannig að mér fannst vera tvíverknaður að gera það en ég hef bara verið nýtt það sem hefur upplýsingar úr birtum efni við hvað kumlin varðar og það til þetta athyglisvert að hundar virðast helst finnast í karlmannskumlum þeir hafa bara fundist með í tveimur kvenkumlum á Kotsá og Daðastöðum og ef ekki Daðastaðaleiti og það áhugavert en það náttúrulega ákveðin vandamál með kumlasafni að það mun færri konur heldur en karlar yfir höfuð þannig að það spurning hversu mikið maður getur lesið út úr þessu og það rétt að geta þess að hundar hafa líka fundist í kumlum í Danmörku, Noregi og Svíþjóð en eru sjaldgæfir í kumlum á Orkney þannig að þessi kuml sem á þessu korti öll úr í raun og veru mjög nýlegum rannsóknum og það enda kannski ekki að taka fram eins og yngri að staðar strangdulþeki hundabeinin ekki úr kumlum en það kumlateigur og svona áhugaverðar ritualískar hlutir að gerast þannig að það ég vildi hafa þau með þarna þó ég telli svo sem ekki nánar því það var ekki mjög mörg bein. Fyrsta kumli sem ég ætla aðeins að tala kumli frá Vaði sem fannst þar 1986 það á Skriðdalshreppi í Suður-Múlasýslu og þar heiður fullorðinn karlmaður ásamt hundi
og hann liggur til fóta í gröfinni sem að virðist vera yfirgnæfandi í flestum kumlum þar sem hundspenagrindur finnast þá hundurinn til fóta. Þetta mjög gamall hundur, það ummerki gigt, greinilegt að honum var lóað með höggja á milli augnanna og það var semst Tom Amarosi sem að skoðaði þessi bein á sínum tíma og birti í doktorsritgerð sinni árið 1994. Og þetta tiltölulega stór hundur, hæðin og herðakamb 50-52 cm, þannig að þetta dálítið stærra heldur en íslenski fjárhundurinn í dag. Og í raun og veru í samræmi við að margar af hundspeinagrindunum úr kumlunum úr tiltölulega stórum dýrum. Þetta svolítið svona syndin með þetta tiltekna kuml að hundspeinagrindin týnd, eða hún hefur allavega ekki við erum búin að leita dálítið að henni og það hefur ekki án árangur, svona hefur ekki fundist á Þjóðminjasafninu eða minjasafninu fyrir austan. Það verður ekki vitað hvar hún til staðar í dag eða hvar hún staðist í dag, en það ágætt allavega að Amarosi var búin að gera sína greiningar á henni, þannig að við höfum einhverjar upplýsingar um þennan hund. Annar ótrúlega skemmtilegur hundafundur kumlategundin Keldudal og þar eru 2 hundar sem finnast og það túlkun þeirra sem greindi þau bein að fyrri hundurinn hafi verið svona háfættur og grannur og hann hæð og herðakamb 50-54 cm og talið sé svona tiltölulega líkt því sem við þekkjum sem mjóhunda eða greyhound í dag. Reyndar sú tegund núna hæð og herðakamb 70 cm, þannig að þetta mun minna en svona formið á beinum, þetta svona frekar grannvaxinn mjór hundur, þannig að það dálítið svona tiltölulega athyglisvert. En í kumli númer 3 í Keldudal að þar var minnsti hundur sem að ég hef fundið í þeim gögnum sem hafa verið gefin út og hæðin og herðakamb þeim hundi 30 cm sem bara mjög lítið og tiltölulega lítið og sá hundur líka dálítið athyglisverður verðið því það var að gera sig 14 greining til að aldursgreina beinin og þar kom í ljós að það var mjög hátt hlutfall af sjávarfangi í mataræði þessa hunds, mun hærra heldur en í mannabeinunum á sama kumlategund, þannig að hann hefur ekki verið að borða nákvæmlega það sama og fólkið í Keldudal og þetta væri áhugavert að gera svona sambærilega rannsóknir á fleiri hundabeinum frá Íslandi til þess að skilja betur svona hvar þeir svona skipuðu sér í þessari svona fæðukeðjunni og hvort það hafa orðið einhverjar breytingar á því í raun og veru gegnum tíma, en við höfum ekki fleiri, það ekki fleiri allavega birtar upplýsingar en þetta sem þetta nýta í slíkar rannsóknir eins og staðan núna. Á Daðastaðaleiti þar var kvenkuml með hest og hundi, aftur gamall hundur eins og á vaði, hæðin og herðakamb 57 cm, tiltölulega stór hundur, aftur lóað með höggja á milli augnanna og þannig að það er verið sambærilegt við það sem við þekkjum í hestabeinunum og kumlunum að það mjög algengt að þeim hafi verið lóað með höggja á milli augnanna. Þetta eru dýr sem sérstaklega slátrað til þess að leggja þau í kumli. En aftur þá held ég að Rúnar eftir að koma með miklu skemmtilegri og meiri túlkanir á það sem ég en þar hann búin að vera að skoða þetta mikið en á undir fyrir að bara fá hans niðurstöðu sem fyrst. Ef við skoðum svo í raun og veru staði aðra en kuml þar sem hundsbein hafa fundist, þá eru þetta nú orðnir alveg ágætlega margir staðir og þetta eru yfir 300 hundabein sem hafa fundist á Íslandi, telst mér til, tæplega 400 og en það ekki það séu 400 einstaklingar, þetta svona NISP sem Number of Identified Specimens sem svona nákvæmlega hvaða eru mörg bein sem við höfum greint að séu úr hundum. En svo líka hægt að fara í það að skilgreina reyna að finna út hversu margir einstaklingar eru á bak við það beinasafn og þá mun talan vera miklu lægri. Ég myndi giska á kannski í kringum 50 eða eitthvað svoleiðis. En ég ekki búin að fara í það að taka það saman þar sem ég hef ekki upplýsingar í raun og veru nákvæmlega hvaða bein fundust fyrir allar þessar rannsóknir. Það misjafnt hvaða upplýsingar eru gefnar í skýrslum og rannsóknir á þessum dýrabeinum sem eru komnar mislangt. Og reyndar eiga þau eiginlega flest sameiginlegt að þau nánast ekki búið að klára greiningar á neinum af þessum stöðum, mjög fáir staðir sem hefur verið lokið við að greina eða gefa út. Það held ég við sagt að það sé eiginlega nánast eingöngu Hofsstaðir og Gásir
þaðan sem eru fullgreind og útgefin dýrabeinarsöfn. Þannig að það eitthvað sem við þurfum klárlega að vinna í til þess að hægt sé að halda áfram að vinna ekki bara skoða hundana, heldur líka alltaf bara aðra hluti í sambandi við dýrahald á Íslandi í fortíðinni. Það náttúrulega líka hægt að skoða staði þar sem hafa fundist ekki kannski bein úr hundum, en bein sem hafa verið nöguð á hundum. Það bætir mjög mörgum stöðum inn á þetta kort. Ég ákvað að hafa ekki með á þessu sinni. En það sem náttúrulega athyglisvert þetta gat hérna á Vesturlandinu og Vestfjörðum, en það raun og veru skýrist aðalega af því að það tiltölulega fáar rannsóknir sem hafa farið fram þar sem hafa fundið stór dýrabeinasöfn sem hafa verið birt á þessu landsvæði. Þó má nefna til dæmis Akurvík og Gjögur eru tiltölulega stór dýrabeinasöfn sem búið að birta. Þau eru reyndar ekki fullgreind og þar eru engin bein úr hundum. Þannig að það spurning hvort að hundahald hafi ekki verið eitthvað sem Vestfirðingum líkaði en aftur ég held að það sé miklu meira skýrist bara af uppgröftunum sem hafa farið fram. Svo eru líka mörg dýrabeinasöfn, til dæmis frá Þjótanda, við Þjórsá, sem bara mjög lítið dýrabeinasafn og illa varðveitt, mjög fá bein sem greinilega voru til tegundar, og í slíkum söfnum erum við ekkert að fara að finna hundabein. Þau eru það sjaldgæf í flestum söfnum. Þau eru yfirleitt undir 1% af greindum beinum úr hverri rannsókn. Langflest hundabein hafa fundist á Alþingisreit, yfir 240. Og það langstærsta gagnasafn sem við höfum, en alveg ágætlega góður hluti af því sem sagt úr svona það sem við kallum articulated beinagrindur eða hlutar af beinagrindum eða nánast heilar beinagrindur. Þannig að það eru alls ekki 240 einstaklingar, og þegar við fyrir að skoða hvað eru margir lærleggir, hægri lærleggir sem hafa fundist, þá er þetta mjög fljótt að falla niður í tölum. Sem þýðir það að gögnin sem við höfum til að vinna úr er ekkert rosalega, þetta er ekki stórt gagnasafn, alls ekki sko. Og svo líka í mörgum tilfellum þá er ekki birta neina mælingar eða aðgengilega mælingar stærðina á hundabeinum sem fundist hafa af ýmsum ástæðum, stundum að því þetta eru bein sem er mjög erfitt að mæla eða mælingarnar gefa ekki miklar upplýsingar eða þá það er ekki búið að klára greininguna eða slíkt, þannig að það líka minnkar svolítið gagnasafni sem við getum unnið með. Það er mjög algengt svona, bara sem dæmi, því að Hofsstaðir er einmitt mjög vel stórt dýrabeinasafn, mjög vel uppgrafið, vel rannsakað og búið að birta í heild sinni. Það er mjög lítið af hundabeinum frá Hofstöðum, það eru yfir 100.000 bein sem fundust í rannsóknunum á Hofstöðum, sem skáli frá því 940 til 1050. En það eru bara 3 hundabein sem fundust af þessum 109.000 sem voru greind. Og ég held reyndar að það er af því gagnasafni sem við höfum, sem aftur er lítið og hefur ákveðna galla, en það er breyting sem verður á því hvar allavega hundar enda þegar þau deyja á víkingaöld og svo á seinni tímum, af því að það eru fleiri hundabein sem finnast í seinni tíma uppgröftunum. Og þá náttúrulega gæti einskýringin verið að allavega hluti af hundunum sé að enda í kumlum, frekar heldur eins og á miðöldum þar sem að hundabeinin eru bara að enda í ruslahaugunum miklu meira. Þannig að það er áhugavert, en aftur þetta er svo lítið gagnasafn, maður vil ekki ganga of langt í að fullyrða, en það eru töluvert mörg stór dýrabeinasöfn frá víkingaöld sem hafa verið greind, og það er ekki, þú veist, til dæmis Sveigakot og Hrísheimar, það er engin hundabein þaðan sem eru aðrir uppgröftur hérna í Mývatnssveitinni, og Skútustöðum, það er 1 bein þaðan, en reyndar það er ennþá verið að vinna þeirri rannsókn og það er ekki fullgreint það safn. Þannig að en það er greinilegt að það er að detta inn miklu meira í þessum seinni tíma rannsóknum, eða sem spanna miðaldir og þann tíma Skriðuklaustur, Kirkjubæjarklaustur, Stóraborg og svo er Reykjavíkur uppgröftina. Það er greinilega bara einhver breyting sem virðist verða á milli. En þetta er ég svolítið hrædd við að segja, sko, þetta er svona small medium-sized breed similar to the modern Icelandic dog. Þetta er svolítið erfitt að segja þetta þegar maður, þegar mælingar eru ekki birtar og svona, það er svolítið erfitt
alltaf æskilegt þegar hægt að vera birta nákvæmar upplýsingar hvaða bein það eru sem eru að finnast og stærðin á þeim þegar þú ert að tala eitthvað eins og hunda sem svona tiltölulega sjaldgæft og eitthvað sem þannig að það væri æskilegt að við dýrabeinafornleifafræðingar hættum að koma með svona fullyrðingar. Á Skriðuklaustri sem munkaklaustur frá miðöldum, þar fannst töluvert mikið af hunda- og reyfabeinum og ágætlega stórt dýrabeinasafn, mjög vel varðveitt og það athyglisvert að þar eru greinilega 2 gerðir af hundum í gangi og þannig að það verið með hundar sem raun og veru tiltölulega litlir, einhvers konar smá hundar og upp í að vera stór hundar sem eru stærri það sem við finnum í kumlunum sem mjög stærra en íslenski fjárhundurinn í dag. Og þannig að það mjög áhugavert og það líka áhugavert og við sjáum þetta í seinni tíma því sem eftir víkingaöldina að hundabeinin og hundahauskurinn sem að finnast, það ekki verið að lóa þessum hundum á sama hátt og gert á víkingaöld í kumlunum. Annarkvort þeir að deyja bara náttúrulegan hátt en það einhver önnur aðferð notuð. Það töluvert mikið til af svona heilum hauskúpum frá miðöldum og seinna, þannig að það aftur þetta svona ákveðið merki að það einhver breyting í því hvernig fólk að meðhöndla hunda sína allavega eftir að þeir eru dauðir. Þannig að það svolítið svona skemmtilegt. Á Alþingisreitnum þar vorum við, eins og ég sagði, með mjög stórt langstærsti, mestu fjölda af hundabein sem hefur fundist á Íslandi og Alþingisreiturinn í miðbæ Reykjavíkur og rannsóknir stóð frá 2008 til 2012 og dýrabeinasafnið frá Alþingisreit heldur ekki fullgreitt og sama á við svo sem Skriðuklaustur og það var mjög stórt safn en og það 8 hundabein sem úr elsta fasa uppgraftarins sem frá 870 til 1226 og það eru hundar sem eru svona 37 cm á hæðarkamb, tiltölulega litlir, smá hundar. Ég veit, þetta svona á mörkunum myndi maður segja að þetta væri fjall undir það en þó þetta undir svona þessu 40 cm marki sem við stundum tala ef við förum svo í fasan milli 1226 og 1500 þá eru flestir hundarnir orðnir milli 35 og 40 cm en aftur einnig líka hundar sem eru nær svona þessum 30 cm mörkum og þannig að það einhver breyting sem að verða þarna. Svo erum við líka með í raun og veru hundar sem eru töluvert stærri á Alþingisreitnum og hérna má líka nefna svona í samhengi uppgröftun á í Tjarnargötu 3C sem ekki langt frá Alþingisreitnum og þar var nokkur fjöldi hundabeina en aftur það búið að fullgreina það dýrabeinasafn en rannsóknin uppgröfturinn ekki komin út og það ekki gefnar upp mælingar eða slíkt á hundabeinum í þeim fornleifafræði skýrslum, dýrabeinafornleifafræði skýrslum sem eru komnar út og þau bein þetta dýrabeinasafn ekki aðgengilegt á Þjóðminjasafninu sem á líka við Hofstað í Mývatnssveit. Þannig að það ekki hægt gott að komast í það að skoða þessi bein sjálfur og fara að mæla þau. Nú það hefur svolítið verið talað smáhunda í fornleifarannsóknum á Íslandi. Hvar maður að draga þessi mörk að pínu svona óljóst. Ég ekki sannfærð af því þessum gögnum sem að ég hef séð og skoðað að við séum með neitt sem alveg svona lítið. Svona smáhundar í dag oft svona kringum 25 cm á hæð og herðakamb. Við talum alveg 5 cm stærri dýr sko. En þetta eru samt tiltölulega litlir hundar og mun minni heldur en íslenski fjárhundurinn í dag. Og við erum með þessar nokkru uppgröftir í það sem alveg svona hægt að vera nokkuð öruggir að vera með tiltölulega lítil dýr. Þetta Keldudalur, Gásir, Kolkuós og Alþingisreitur. Svo erum við með Alþingisreit líka eitthvað sem svona rétt yfir þessum 35 cm mörkum og hólum en þetta svolítið svona þetta ekkert alveg skýrt og svo vitum við líka að það stærðarmunur á milli kynja hjá hundum en það ekki hægt að kyngreina hundabein í raun og veru, það ekki hægt að mjaðmagreindinni eða höfuðkúpu það mjög flókið og almennt ekki gert þannig að við getum yfirleitt ekki vita þegar við erum að skoða hundabein hvort þetta sé karlkyns eða kvenkyns einstaklingur og
þannig að það flækir líka svolítið túlkun á þessum stærðum, hvort að við getum verið vissum að við séum ertu bara með mjög lítinn kvenkyns einstaklingi, ertu með jafnvel stóran karlkyns, það geta bæði verið 35 cm sko, þú veist, en verið kannski þitt hvoru gerðinni, þannig að þetta svolítið svona, þetta alls ekkert auðvelt að túlka þessar upplýsingar. Við reyndum að svona berja saman svona svolítið graf. Þetta mjög sko, þetta alls ekki, ég myndi ekki segja að þetta sé eins konar svona endanleg niðurstaða gerðir hunda og breytingar á Íslandi í tímans rás, það þarf bara að fara í miklu ítarlegri vinnu heldur en við höfum gert ennþá til þess að svona svara þessum spurningum betur, en við getum svona aðeins, það myndi ég segja, algjörlega hægt að segja, að það hafa þekkst þessar 3 stærðir eða gerðir af hundum á Íslandi í tímans rás og það alveg athyglisvert að strax á landnámsöld þá erum við með þessa smáhunda eða litlu hunda og við erum með þessa hunda sem eru stærri en það sem við þekkjum í íslenska fjárhundum í dag, en það ekki neitt sem að í gögnum sem ég hef aftur sem að ég veit að ekki all hundabeð sem hafa fundist af því að það vantar fleiri kumlíðin, en það alltaf athyglisvert að við erum með svona þessar allan 2 stærðir strax eða gerðir strax frá því landnám, og þessi ártöl eru líka svolítið svona erfið af því að margar af þessum rannsóknum það ekki búið að klára greiningar, það ekki búið að gefa út uppgröftina, þannig að þá oft mjög erfitt að aldursetja nákvæmlega dýrabeinin, þannig að sumt af þessu nú svolítið kannski hæpnari aldursgreiningar en aðrar, en það virðist samt sem að vera þessi smáhundar sem eru á milli 30 og 40 cm ef við tökum það alveg það langt, að þeim virðist ekki vera lengur í tísku svona upp úr 1600, það engin svona lítill hundur til dæmis frá Alþingisreitnum í sem sagt 3. eða 4. fasanum frá Alþingisreit sem eru þá 1500 til 1800 og svo eftir 1800, en aftur það mjög fá beinasöfn sem spanna þennan tíma, tiltölulega fá beinasöfn, og mörg þeirra sem sagt ekki með hundabein og það oft hlutlægt af því að það ekki búið fullgreina þau söfn. Svo erum við með þessa hunda sem á stærð við íslenska fjárhundin eða þessa mjóhunda eða greyhounds milli 40 og 50 cm og spurning hvort að þessi einstaklingur ætti frekar heima með þessum stærri veiðihundum eða stærri hundum, eða þannig gæti þá verið þessi meintu veiðihundar en já, þannig að það svona, en það mjög hamlandi þegar maður ætlar að fara að túlka þessi gögn og reyna að festa eitthvað á blaði hvað það eins og bara oft talað að hvað eru margar rannsóknir sem hafa ekki verið klárar, hafa ekki verið gefnar út, sem hefur ekki, úrvinnsla hefur ekki verið gerð, það ekki til skýrslur eða til mjög fáar skýrslur, kannski bara frá fyrsta árum rannsóknarinnar eitthvað svoleiðis, og þá maður veit að til dæmis fasarnir og aldursgreiningin á jarðlögunum breytist oft mjög mikið við úrvinnslu og svona fáast og verður þéttari, þannig að það raun og veru takmarka bara dálítið mikið hvað maður getur gert með þessu gögn eins og staðan núna. En svona helstu niðurstöður mínar aftur út frá þau gögnum sem við erum með í dag, og ég á eiginlega allt eins vona að þetta muni breytast bara mjög mikið á næstu árum, að þessir smáhundar virðast þekkjast allt frá landnámi, en mögulega að detta úr tísku í kringum 1600. Og svo náttúrulega það sem kannski líka athyglisvert hér, að þessir hundar sem falla í þetta rými sem gæti verið að svipað á íslenski fjárhundurinn að það engin slíkur hundur frá því nema fyrir 1500, sem seinna heldur en ég hefði búist við. En aftur, hér gæti verið að gögnunars, rúnars og kumlunum fylli inn í þetta gat allavega fyrir víkingaöldina, fyrir þessar fyrstu 2 aldir búsett á Íslandi, þannig að maður kannski ekki slá þessu föstu út frá því sem ég með hérna í dag. Og svo þetta athyglisvert meðsýsturinn voru hvar við erum að finna hundabeinin, að þeim fjölgar í þessum yngri uppgröftum eða frá seinni tímum og þannig að það svolítið svona athyglisvert í raun og veru. Ég held að sé það alveg greinlegt, aftur kannski ekki óvænt niðurstaða að hlutverk þeirra í samfélaginu, hvar þeir eru að lifa, hvar þeir eru að deyja, breytist dálítið á milli svona frá landnámi og til víkingaaldar.
þannig að það svona þannig að þetta svona í raun og veru niðurstöðurnar sem við erum komið með og þessu sem við erum búin að fara yfir en það er í raun og veru hægt bæði að gera meira með þau gögn sem ég er búin að safna og þegar að einmitt þess að ég segja þegar að niðurstöður úr rannsóknum koma og birting til dæmis á ég alveg svona frá skútustöðum sem mjög stórt dýrabenasafn og góð vel varðveitt að það muni vera miklu fleiri hundabein þar og spanna stærri tímabil heldur en að gera núna. En það svona nokkur næstu skref og kannski eitt af markmiðunum með þessu verkefni var pína að sjá svona hvar skóginn kreppir og hver eru vandamálin þegar við ætlum að fara að skoða Íslands dýrabenasafn á þennan hátt en að draga út upplýsingar einhverja ákveðna tegund og hvernig breytingar sem hafa orðið á henni í tíma. Og það kannski svona sem að stekkur fyrst á mann í raun og veru mikilvægi þessar grunngreiningar á dýrabenasöfnum og þá ég bara að tala þessar tegundagreiningar og greiningar á af hvaða dýrategund beinið, hvaða bein og líkamann þetta, að þetta sé klárað. Það sé greint í raun og veru í sem flestum tilfellum aftur það ekki raunast endilega alltaf þá séu dýrabenasöfnin fullgreind. Og það eitt sem mjög gott við íslensku dýrabeinafornleifafræði að það mjög mikið af skýrslum eru birtar á netinu og það líka búið að birta gagnasöfn úr sumum rannsóknum á netinu og það auðveldar mjög mikið allar svoleiðis vinnu þannig að það klárlega eitthvað sem við höfum að halda áfram að gera en eitthvað sem hefur bara verið mjög vel gert hér og þar hefur Tom McGovern og Neipo og vinna þeirra í CUNY þau sem birta í raun og veru mikið af sínum gögnum á netinu og það bara mjög frábært og gerir þetta mjög aðgengilegt til þess að skoða. En það líka mjög mikilvægt að halda áfram að byggja upp samanburðarsafn á Íslandi því það mun auka gæði greininganna okkar og það líka bara mikilvægt að við það alls ekkert óraunhæft að halda að við getum haft gott samanburðarsafn hér á Íslandi. Það sem við erum búin að ná að safna saman upp í Landbúnaðarháskóla á ekki á rúmum 10 árum og alveg bara orðið vel nothæft safn til greininga. En svo líka annað sem kannski ákveðið vandamál og það að dýrabenasöfnin eru ekki að skila sér aftur á þjóðminjasafnið og mikið af dýrabeinum úr Ísland og fornleifarannsóknum eru erlendis og svo það líka vandamál að þau dýrabenasöfn sem eru til staðar á þjóðminjasafninu eru mörg hver ekki skráð og það nú veru sem gerir það að fara og sækja og kíkja á eitthvað ákveðna hluti mjög flókið og svo náttúrulega þetta eins og ég sagði að vinna miklu meiri tölfræði út úr þessum gögnum sem ég komið með búin að safna saman en aftur það og þar kemur líka samt inn í þetta túlkun á gögnunum erfið fyrir rannsóknir sem hafa ekki verið birtar og bara af því að vita nokkurn veginn eða eins mikið nákvæmlega og hægt hversu gömul beinin eru skiptir rosalega miklu máli þegar við erum að túlka þetta og það bara hamlar því að vinna mikið meira úr þessu eins og staðan í dag. Svo áhugavert að halda áfram í svona ísótópagreiningum, skoða uppruna á mataræði hunda og svo náttúrulega forn-DNA-greiningar. Við sendum nokkur bein út í forn-DNA-greiningu frá Alþingisreitnum á Bessastöðum. Því miður þá kom ekki mikið út úr því. En það ennþá verið að vinna úr niðurstöðum á þeim efni við og þannig að vonandi getur það hjálpa okkur eitthvað í framtíðinni líka og kannski farið aftur í annað svona forn-DNA verkefni á íslenskum hundabeinum í framtíðinni sem geti verið mjög áhugavert og ég ætlaði bara svona að þakka fyrir Fornminjasjóði fyrir að hafa fjármagna verkefnið og ýmsum sem hafa aðstoðað á ýmsum stigum verkefnisins. Já, takk fyrir.